Verslunin Hlín staðsett á Hvammstanga í Húnaþingi vestra og hefur til sölu gjafavörur, föndur og hannyrðavörur, blóm og ýmislegt fleira. Verslunin var stofnuð árið 1986 og hefur verið starfrækt síðan og þar með ein elsta verslun sinna tegundar á landinu. Ég búin að reka þessa verslun í 34 ár og byrjaði að reka hana heima í mínu eigin húsnæði, kjallara þar. Það var þar í 12 ár og þá var hún búin að sprengja húsnæðið utan af sér. Þá var farið í það að byggja hérna þetta húsnæði sem við erum í núna. Þegar þú byrjar að reka þína eigin verslun, var það ekkert erfitt skref að taka? Maður var að hugsa hvað maður ætti að gera núna og þá var farið að hugsa hvað væri sniðugt að gera og þá hafði ég mikinn áhuga fyrir svona vörum og þá var farið að bara skella sér út í þetta, þennan rekstur. Það var engin svona verslun hérna þegar þú byrjar? Mér fannst vanta þess að þjónustu hér inn á staðinn sambandi við blóm og blómaskreitingar og handavinnu, föndur og annað slíkt sem ég að þjónusta hér. En þrátt fyrir að verslunin sé með þeim elstu á landinu má finna hann í dag í vefverslun og samfélagsmiðlum, enda mikilvægt að kunna aðlaga sig að breytingum í samfélaginu til að staðna ekki. Dagbjört hefur verið dugleg gegnum árin við að nýta dauðustundirnar inn á milli til að vinna á skapandi hátt úr þeim hráefnum sem hún með til sölu í búðinni. Jú, þeir eru nýttir dauðutímandi hérna meðan ef eitthvað rólega þá maður bara í því að vinna eitthvað fyrir verslunina sjálfa eða útbúa sýnisorn úr efnum sem ég að selja til að vinna úr og reyna að eiga alltaf eitthvað til að sýnisorni sem að hægt að sjá til að sjá hvernig vara kemur út þegar búið að vinna hana. Þetta alltaf mikilvægur hluti af ferlinu af því að það eitt að selja efni við og vöru til þess að vinna með en að fá hugmyndina í hvernig að nota hana. Það ofta erfiðast. Jú, það oft erfiðast fyrir kúnna hvað á að gera við þetta en svo þess vegna ég náttúrulega að vinna eitthvað úr þessu til þess að geta sýnt hvað hægt að gera með þetta og mikið af þessari smávöru hægt að gera margt fallegt úr og sumt hægt að endurvinna með að bæta við einhverju mála, skreita og gera eitthvað fallegt. Já, þú endurnýtir svolítið. Ég sá nú hérna flösku og ljósaperur. Já. Maður fór í það. Mér finnst svo gaman að mála svona á eins og ljósaperur og flöskur og skreita þetta og gera huggulegt. Margt þetta að nýta svona sem að annars væri bara hent, myndi ég segja. En hér ekki bara efniviður í þessa tegunda handavinnu, hér líka garn og prjón og alls konar. Já, ég hérna með lopa og garn og ég hérna með bækur, prjónabækur, uppskriftir, bæði heklu og prjón. Og svo útsaumur, með útsaum, bæði áteiknað fyrir sem mjög gott fyrir eldra fólkið og svo fínað svona fyrir þá sem yngri eru og þessi eldri eru mjög duglega að sauma það líka, myndi ég segja, virkilega dugleg. Þú verður með námskeið líka, ekki? Já, ég hef undanfarin ár verið alltaf með eitthvað námskeiðum og bara svona eftir þörfum og svo hef ég verið með opin föndukvöld einu sinni til 2 viku yfir veturinn sem hafa verið mjög vinsæl en síðasta vetur þá erum við að sleppa því vegna COVID. En nú spurning hvernig verður í haust og vetur, hvað maður gerir. En þrátt fyrir ástandið þá þurfum við samt að geta unnið okkar handavinnu heima við. Já, og fólk var mjög duglegt eða komst ekki sjálft í búðina að panta hjá mér og fá sent og það vorum við að gera vorum að senda hérna út allt land, bæði handavinnu og prjónagarn, mikið af föndri því að við sáum það að það vantaði víða
eitthvað til að dunda sér við í COVID-inu. Það var bara mjög mikið hringt og pantað hjá okkur. Og maður sér að þegar maður labbar hérna búðina, það mikið af þér hérna inn á milli er skrautið sem að, þú hefur leitt þínu sköpunarflæði að njóta sín. Já, ég ger alltaf svona, vinn alltaf með eitthvað svona, þegar ég á stund til. Þá alltaf verið að gera eitthvað. Það ekkert stoppað þó sé ekkert að gera. Þannig að það verður aldrei leiðilegt að vinna hér? Nei, aldrei leiðilegt hér. Það alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast hér.